Dario Amadei hjá Anthropic var að segja sko að á næsta ári verðum við búin að setja meiri peninga í gagnaverin fyrir gervigreindina heldur en sko Manhattan Projectið, tunglskotið og Manhattan Projectið, þú veist, miðað við uppreiknað, þá erum við búin að setja meiri pening í gervigreind heldur en þessi tvö verkefni. Varstu að horfa á Y Combinator hérna? Já, var hann ekki að nefna þetta þar, já. Mjög fínt við það. Já. Fínt veður úti og ég labba niður í bæ. Þeir ofan, allt í lagi, þetta súkkulaði stikki það, kanum trikkin, hæna sem ég vil ver, hæna sem ég næ. Þú veit þetta flott, góðu hérna til mín og við gerum eitthvað gott. Heyrðu, velkomin í þáttinn. Mér langar bara að byrja því að þú veist, flestir eru ekki jafn miklir, jafn djúpt í þessu þið og þess vegna eru þið að svona, þú veist, maður ofta að heyra eitthvað svona samlíkingar það þetta sé eins og internetið, þú veist, bara þegar internetið kom, þetta muni breyta jafn miklu og svo er það, þú veist, samlíkja þessu við eitthvað annað þegar það út að horfa hvernig þú notar þetta persónulega. Hvað eru svona ykkar uppáhalds samlíkingar þessa dagana, þú veist, áhrif gervigreinda bæði á samfélagið og eða viðskiptalífið og hins vegar bara, þú veist, hvernig þetta breytir svona gagnvart þessum hverjum einstakann notanda. Byrjum á þér, Stefán. Samlíkingin sem að mér finnst passa best við af tvennum ástæðum er rafmagn. Ég held að þetta sé jafn mikil breytingu þegar rafmagni kom, en það er ekki aðalatriðið. Þegar rafmagni kom, þá komu breytingarnar í 2 bylgjum. Og ef þið sjáu fyrir ykkur verksmiðjugólf, ég skal reyna að hafa þetta stökt, að þá var fyrst... Nei, hafa þetta langt, þetta er bara gaman. þá kom fyrsta bylgjan þegar á verksmiðjugólfinu voru tekin öll tækin sem, þú veist, gengur fyrir kolum eða alls konar einhver óhreinu og þeim var skipt út fyrir rafmagnstæki og það var fyrsta bylgjan. Fékkst inn betri tæki, afköstuðu meira, lækkuðu kostnað, bættuðu loftgæði og það voru fyrstu breytingar. Ég held að við séum að ganga í gegnum núna, verða búin með þessa fyrstu breytingarbylgju. Það sem gerðist þá var að þegar fólk steig í burtu, horfði á framleiðsluna og verksmiðjugólfið og hugsaði framleiðsluferlið og verksmiðjunni upp á nýtt á forsendum rafmagns, þá kom bylgja númer 2. Ég held að við séum að byrja þá bylgju. Fyrirtæki sé að fara að hugsa sig upp á nýtt á forsendum gervigreindar og við séum í raun og veru bara rétt að byrja miklu stærri umbreytingu heldur en að við erum búin að vera að sjá. Ég er með alltaf rátt, sko. Mér finnst miklu skemmtilega að hugsa þetta eins og kannski svona dverga eða lítið fólk. Ímyndaðu þér á sér bara með svona herbergi við hliðina þér, með engum gluggum og bara svona smá einhverju kallkerfi inni og það er pínu lítil manneskja sem kostar rosa lítið og bara getur hjálpað að gera alls konar hluti. Og síðan erum við núna að fara inn í það að gefa þessari pínu litlu mannesku inn í þessu herbergi kannski glugga, það getur byrjað að horfa út, gefa þið alls konar tól og verkfæri, leitarvél til að leita í hlutum, kannski í gögnunum þínum eða fyrirtækinu þínu, kannski, þú veist, aðganga, þú veist, terminalum á tölvunni þinni til þess að leyfa því að, þú veist, keyra alls konar skipanir eða tengjast við gagnagrunna. Þetta er bara svona pínulítið herbergi með pínulítið dverg eða álf mannesku inn í sem bara getur gert alls konar hluti fyrir þig. Þú veist að lita svolítið af því einhverjum sem þú kemur í það sem er mjög mikið dverga og álfa, er það ekki? Jú. Spunaspilunum. Jú, heldur betur. Og mér finnst líka mikilvægt að hugsa ekki þetta sem eitthvað svona ógn samfélagsins eða eitthvað ótrúlegt tæki sem allt í einu lifnar við og tekur yfir stjórnvöl á sko kjarnorkusprengjunum. Þú veist, þetta er mjög langt frá því að vera komið þangað. Þetta er bara pínulítið fólk. Berglind, hvað segir næsta samlíkingu? Þetta var mjög skemmtilegt. Mér finnst það líka, ég var að vona þetta er skemmtilegt spjall, þannig að mér finnst það vera að byrja þetta réttu megin. Mikilvægt að koma inn á það. Ég hef smá tekinn álguna sem Stefán tók, þó svo ég skilji mjög mikið hvaðan Gunnar er að koma. Ég hugsa gervigreind líka svona eins og rafmagn. Að því leyti að þú veist, þetta er svolítið ósynlegt en þetta er allt umleikjandi og mér finnst þetta vera góð líkingin svona, þú sérð ekki rafmagn, þú sérð ljós. Þú sérð árangurinn sem áttur ávinnast af þessu. Ég hugsa dvergana eins og svona agents. Svona, það er svona, þú getur fengið dvergi að leysa eitthvað spesifískt verkefni. Þannig ég kaupi það líka mjög mikið og það er það sem er mjög skiljanlegt. En það sem að mér finnst kannski mikilvægast að hugsa er rauninni
þetta breytingastjórnun á sterum og ástæðan fyrir það skiptir máli ég er sammála við ekki að vera við þurfum að vera jákvæða megin, við erum að fara að umbreyta störfum en ekki að við sem að fara að glata störfum og allt þetta dæmi og þar skiptir rosalega miklu máli að muna þessi breytingastjórnun og því fólk upplifir þetta mjög ólíkt við erum með í þessari bellkörf við erum með fólk sem er sjúklega til í þetta og fólk sem er bara í algjörum bakkýr og það skiptir rosalega miklu máli að vera með þetta það bara hvernig maður ræðir þetta svoleiðis til þess að maður getur raunverulega knúið fram árangur sko. Ef ég tek mína líkingu á þetta, las frétt daginn þar sem hafa verið að gagnrýna, ég held að það hafi verið fjármálaráðherra Svíþjóðar, getur það ekki passað, sem að viðurkenndi það, hann eða sást eitthvað á símana sem hann var að spyrja ChatGPT eða einhverju og þetta var eitthvað svona smá hneyksli, þú veist bara hvað, þú veist, ertu að ákveða, ertu að spyrja hvað ríkisstjórnin er að gera, bara þú veist gervigreindina og hvert eru komin eitthvað og fyrst var maður svona, já, ábyrgðu, er þetta ekki eitthvað, en svo fór ég að hausta, þú veist, þetta er náttúrulega mjög þekkt með nýja tækni að það verður til svona óttaprang og einmitt hún taki við kjarnorkusprengjurnar eða taki eftir störfin okkar eða einmitt taki við stefnumörkun stjórnvalda eða eitthvað en þú veist, fyrir mér er einhvern veginn eins og á þann takmarka hátt sem ég byrja að nota gervigreind þá er þetta bara, ég er að nota þetta til að leysa sömu vandamáli ég gerði með þegar ég fór í bókabúður í útlöndum og keypti mér viðskiptabækur eitthvað sem ég var að reyna að læra og setja mig inn í eða pantaður á Amazon og síðan Kindle náttúrulega seinni árin og eitthvað svona og nema bara munurinn er að þetta er ekki viðskiptabók ég þarf ekki einu svona að lesa hana alla til þess að finna það sem akkurat ég byrju, þá fjalla með þessari bók get ekki fundið eitthvað lausnir sem ég er fast í nei, veist, ég bara finna strax staðinn og mér veist eitthvað neina, ættu að vera eitthvað móti því okkur fannst það ekkert eitthvað svindl ef einhver stjórnandi eða ráðgjafi var bara ógeðslega góður að lesa nýjastu viðskiptabækurnar, það var bara jákvætt og í atvinnuviðtölum bara jákvætt eða svona, já, þú veist, hvað lestu og reynir að halda þig við og eitthvað þannig að svona líta þetta sem eitthvað svona ójafn tækifæri fyrir ógeðslega skrítið, minni mér reyndar á eina sögu sem ég heyrði sem ég ætla að láta flakka mér sem að láta nöfnin flakka með og ég hveti ykkur til að láta öll nöfn flakka með hér með þessum þætti einhvern veginn sagði Sigurjón Árnason fyrrverandi bankastjóri Landsbankans með frá því þegar hann var að byrja í bankabransanum og hann var í verðbréfasviði Búnaðarbankans með Árna Oddi Þórðarsyni fyrrverandi forstjóra Marels og núna eiganda Eyris og hann sagði að alltaf á mánudagsfundum í verðbréfadeildinni þá var alltaf svona fara í hringur og svona hvað hugmyndir eru með, hvað eigum að kaupa og selja og hvað eru tækifærin og hvað eigum að kynna kúnnunum okkar og eitthvað svona og Árni Oddur var alltaf með eitthvað svona geðveikt svona djúpa pælinga byggðar á eitthvað svona demografíu og eitthvað svona makroökonomískri þróun og bara þetta er heimurinn og kol og hrávörur og eitthvað svona og Sigurjón var bara, hvað voðalega hann alltaf með eitthvað svona geðveikt úthugsaða pælingar svo fattaði hann sagði mér einu sinni hvað það var, þá hafa hann verið að lesa þá rakst hann á Economist sá akkurat það sem Árni Oddur var búin að pitcha það fattaði og fór flettið tilbaka Árni Oddur bara áskrifandi Economist og lesa alltaf spjaldan á milli þegar hann mætir á fundin sko. Og mér finnst bara, svo náttúrulega þetta er báðir menn sem hann að langt og uppleiði mig slett en enginn að efast að Árni Oddur hafi eitthvað verið að svindla með þessu sko. Nei, ég held að við höfum alltaf talað hvaða koma heimildirnar, einhvern tímann var litið niður á það að vitna í Wikipídiu núna hefur fólk svona átt að sjá því það er alveg mjög auðvelt að fylgja því sem svona, hvað heitir, heimildunum sem Wikipedia notar og komast þar inn í hluti og svona og ég held að það eigi kannski sama við gervigreindina að maður getur fengið bara svona mjög hratt eitthvað skilning á einhverju sem maður skildi ekki áður og passa sig upp á það elta hlekkina og heimildirnar og kannski rýna meira í það og horfa með svona gagnrýnum augum og sérstaklega þessi gervigreind sem er einhvern veginn svona þjálfuð til þess að vera sammála þér. Þannig að ef þú spyrir af hverju er þetta ekki svona, þá segir það þér af hverju þetta er ekki svona og ef þú spyrir síðan í sama mótil, af hverju er það svona, þá svarar þér af hverju það er svona. Það er svona, hvað er að kalla svona sykofantik. Það eru meðvirkir. Það er rosalega meðvirkir, þannig að maður verður að vita af þessum göllum þessa kerfa og svona passa að tvíklikka á réttu staðina. Ég skal gefa þér Andrés eina svona óvinsæli skoðun sem er soundbite. Eftir margra mánaða skoðun á því hvað er hægt að nota þetta í forritun og hvernig þarf að nota þessa tækni og hvaða módel eru góð að gera hvað
og alveg sama hvað fólki finnst vibe coding, þá ég nánast komin að þá skoðu núna ef þú ert forritar einhvers staðar í vinnu og þú ert ekki að nota allra bestu tólin og gervigreind til þess að forrita fyrir þig að leysa ákveðin störf, þá ertu einfaldlega að slá slöku við í vinnun. Þannig að það ekkert eitthvað, en samt alveg, þú veist, kannist þið ekki við, hefur engin bent ykkur á einhverja færslu hjá einhverjum á LinkedIn sem þessi, þú veist, að því að LinkedIn þegar gervigrindin beðum að gera LinkedIn færslur, bara eitthvað svona tímamót eða áhugavert að skoða stöðun í efnahagslífinu eða för maður yfir uppgjöri hjá okkur, eitthvað, þá setur svona íkona og mjög algengt hjá gervigrindin að setja, þú veist, peninga-íkon við eitthvað svona eða svona chart-íkon eða eitthvað slíkt og það var alltaf fólk að benda mér á einhverja sem að þessi augljóslega letur ChatGPT gera alla LinkedIn-statusum sína. Við erum samt að dæma, sko. Ég held að það veri Economist eða Times sem nýbúið að gefa út grein sem að hét 10 merki það að gervigreind hafi skrifað textan sem þú ert að lesa. Einmitt. Það var einmitt svona tákn og bandstrik sem ekstra breið. Ég hef heyrt fólk nota þetta líka, bandstrikinn, þau komu upp fólk. Herðu, ég upplifði þetta sem eitthvað shame, sko. Ég hef alltaf notað bandstrik. Svo var einhver bara eitthvað bandstrik á LinkedIn gervigreind. Og ég var næstu búin að svara. Ég var næstu búin að vera bara eitthvað, halló. Það eru 3 bandstrik. Það nota allir, þú veist, 1 bandstrik sem bara venjulegt bandstrik, en síðan þangastrik eða emdas, sem enginn veit hvað á lyklaborðið, en gervigreindin notar. Og það gervigreindin bara elskar það. Ég vil óska þess að ég kæmist í þjálfunarefnið sem fékk gervigreind þess að elska þangastriki. En það sem að mér finnst mikilvægt þetta líka, sko, þannig þetta pottið einmitt eitthvað þjálfari sem að hefur svona beitt áhrifin sínum. Hann sá bara við Andri svona geggju og var bara tökur bandstrik. En ég með eitt svona sem að ég myndi vel taka fram, það sem að ræða núna svona rosa mikið svona mállíkun og bara mér finnst mikilvægt kannski svona útskýra hvað gervigreind getur mismunandi, svo þarna við tala mállíkun, það sem þú setur eitthvað inn og ert að fá í rauninni, þú veist, feedbackið. Ég sammála það sé per se svolítið svona bitlust og ég hefur reyna kannski mikla ágjörð því nema í námi. Þetta stort vandamál í háskólanum og svoleiðis. En ég veit ekki hvort þau hefur upplifað þetta. Ég nota Google Maps mjög mikið. Stundum finnst mér creepy ef ég er að keyra einhvers staðar og Google Maps poppar upp og segir, bæði þú ert 5 mínútur heim. Þú veist, ég var ekki að spyrja þig, sko. Fattið ekki hvað við. Þannig ertu með einhverja svona ósýnilega gervigreind sem er farin að reyna að skipta sér einhverju hegðunarmynstur án þess að ég var meðvituð að ég væri búin að opna þann valmöguleika. Þetta er kannski svona gervigreindin sem að ég upplifa að fólk sé svona hræddari við og það er alltaf þessi upplýsingasöfnun sem er eiga sér stað án þess að maður kannski upplifa að maður sé búin að gefa leyfi fyrir henni og svoleiðis. Þannig að ég, eins og ég segi, ég gerir stóran greinamun á mállíkanafaktorunum og síðan hinnu, ósýnilega gervigreindinni. En þetta, Berglind, þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum að aðlagast mjög hratt, bara bæði þetta, við þurfum að vera, og þú veist það eru einhver herferði núna hjá, þú veist, öryggissertís eða einhverjum svona öryggissveitum á TikTok íslenskum sem er að gera meðvitaður þetta og hins vegar háskólinn, þar ekki bara að endurhugsa námið þannig að þetta veri alls ekki vandamál, þú veist, og eins og Stefán er að lýsa, þú veist, þetta er eiginlega, við verðum mjög fljótt komið þangað að þetta er mjög skrítið að vera á móti. Ég heyrði einmitt á einu kennara sem var byrjaður að fá mikið að ritgerðum sem voru bara svo augljóslega skrifaðar að gervigreind og breytti rauninni því sem hann var að byrja nemendur þannig að byrjaði að segja við nemendur gerið fyrstu drög bara með einhverju gervigreind, bara veljið og sýni mér síðan hvernig þið farið yfir þau drög með rauðum penna. Bara að kenna fólki að nota þessa tækni á mjög bara svona krítiskan hátt og gagnrýna það sem kemur úr svona fyrstu umferð. Og mér finnst þetta stórkostlega sniðugt hjá þessum kennara. Bara, ég held að það sé mjög erfitt að reyna að segja fólki að það megi ekki nota reiknivél eða það megi ekki nota mállíkan eða það megi ekki nota eitthvað ákveðið verkfæri. Miklu frekar að reyna að móta kennsluna og þú veist, bara það sem skólinn býður upp á eftir þessu. Ég held að starf kennara er eiginlega aldrei að vita rétta svari. Það er að vera þessi stuðningur nemanda og móta einstaklinginn og hjálpa til þegar á þarf, skora á nemendur og réttast í og kennara hafa svo gígandi stórt hlutverk á öðrum sviðum en bara að vita einhvern veginn eitt svar eða rétt svar. Ég er mjög sammála þessu og þetta er bókstaflega verkefni sem ég er að ráðast í núna með lagadeildinni í Háskólanum í Reykjavík. Bara hvernig breytum við námsmatinu? Hvað ætlum við að gera? Og
ég er með innsýn í til dæmis starfi í Háskólanum í Reykjavík og það var að gera ofboðslega flotta hluti og það var að tækla þetta mjög hratt og vel þar. Þannig að þetta ég er sammála. Stærsta áskorunin er ekki endilega kennslan per se, það er námsmatsfaktorinn. Bara hvernig ætlar að meta hvað kennar, eða hvað nemendur að skila frá sér. Og mér finnst þetta skemmtilegt svona með rauðum penna og þannig. En svo bara spurning hvað henta hverju sinni. Ræðum það er í boði góðra samskipta. Góð samskipti hafa í 15 ár aðstoða stjórnendur við að viðhalda trausti almennings, grípa ný tækifæri og að þjálfa stjórnendur framtíðarinnar. Nánast komin að þá skoðu núna ef þú ert forritar einhvers staðar í vinnu og þú ert ekki að nota allra bestu tólin og gervigreind til þess að forrita fyrir þig að leysa ákveðin störf, þá ertu einfaldlega að slá slöku við í vinnun. Þannig að það er ekkert eitthvað, en samt alveg, þú veist, kannist þið ekki við, hefur engi bent ykkur á okkur að færslu hjá einhverjum á LinkedIn sem þessi, þú veist, að því að LinkedIn þegar gervigrindin er beðin að gera LinkedIn færslur, bara eitthvað svona tímamót eða áhugavert að skoða stöðun í efnahagslífinu eða för maður yfir uppgjöri hjá okkur hérna eitthvað, þá setur svona íkona og mjög algengt hjá gervigrindin að setja, þú veist, peninga-íkon við eitthvað svona eða svona hérna chart-íkon eða eitthvað slíkt og það var alltaf eitthvað fólk að benda mér á einhverjum sem að þessi augljóslega letur ChatGPT gera alla LinkedIn-statusum sína. Við erum samt að dæma, sko. Ég held að það veri Economist eða Times sem er nýbúið að gefa út grein sem að hét 10 merki það að gervigreind hafi skrifað textan sem þú varst að lesa. Einmitt. Það var einmitt svona tákn og bandstrik sem er ekstra breið. Ég hef heyrt fólk nota þetta líka, bandstrikinn, þau komu upp fólk. Herðu, ég uppleiði þetta sem eitthvað shame, sko. Ég hef alltaf notað bandstrik. Svo var einhver bara eitthvað bandstrik á LinkedIn er gervigreind. Og ég var næstu að svara. Ég var næstu að vera bara eitthvað, Það eru til 3 bandstrik. Það nota allir, þú veist, 1 bandstrik sem er bara venjulegt bandstrik, en síðan til þangastrik eða endars, sem enginn veit hvað er á lyklaborðið, en gervigreindin notar. Og það er gervigreindin er bara elskar það. Ég vil elska þess að ég kæmist í þjálfunarefnið sem fjekk gervigreind þess að elska þangastriki. En það sem að mér finnst mikilvægt. Ég hef mikið notað þetta líka, sko, þannig þetta er pottþétt einmitt eitthvað þjálfari sem að hefur svona beitt áhrifin sínum. Hann sá bara við Andri svona geggju og var bara tökur bandstrik. En ég er með eitt svona sem að ég myndi vel taka fram, ok? Það sem að ræða núna er svona rosa mikið svona mállíkun og bara mér finnst mikilvægt kannski svona útskýra hvað gervigreind getur mismunandi, þess að þarna við erum að tala mállíkun, það sem þú setur eitthvað inn og ert að fá í rauninni, þú veist, feedbackið. Ég sammála það sé per se svolítið svona bitlust og ég hef verið kannski mikla ágjörð því nema í námi. Þetta er stort vandamál í háskólanum og svoleiðis. En ég veit ekki hvort þau hefur upplegað þetta. Ég nota Google Maps mjög mikið. Stundum finnst mér creepy ef ég er að keyra einhvers staðar og Google Maps poppar upp og segir, bæði þú ert 5 mínútur heim. Þú veist, ég var ekki að spyrja þau, sko. Fattið ekki hvað við. Þannig eftir með einhver svona ósýnilega gervigreind sem er farin að í raun að skipta sér einhverju hegðunarmynstur án þess að ég var meðvituð að ég var búin að opna þann valmöguleika. Þetta er kannski svona gervigreindin sem að ég upplifa að fólk sé svona hræddari við. Og það er alltaf þessi upplýsingasöfnun sem er að eiga sér stað án þess að maður kannski upplifa að maður sé búin að gefa leyfi fyrir henni og svoleiðis. Þannig að ég, eins og ég segi, ég gerir stóran greinamun á mállíkanafaktorunum og síðan hinnu, ósýnilegu gervigreindinni. En er þetta, Berglind, er þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum að aðlagast mjög hratt? Bara bæði þetta, við þurfum að vera, og þú veist það eru einhver herferði núna hjá, þú veist, öryggissertís eða einhverjum svona öryggissveitum á TikTok íslenskum sem hérna er að gera með þetta og hins vegar háskólinn, þar er ekki bara að endurhugsa námið þannig að þetta verði alls ekki vandamál, þú veist, og eins og Stefán er að lýsa, þú veist, þetta er eiginlega, við verðum mjög fljótt komið þangað að þetta er mjög skrítið að vera á móti. Ég heyrði einmitt af einu kennara sem var byrjaður að fá mikið að ritgerðum sem voru bara svo augljóslega skrifaðar að gervigreind og breytti rauninni því sem hann var að byrja nemendur þannig að byrjaði að segja við nemendur gerið fyrstu drög bara með einhverju gervigreind, bara veljið og sýni mér síðan hvernig þið farið yfir þau drög með rauðum penna. Bara að kenna fólki að nota þessa tækni á mjög bara svona krítiskan hátt og gaggrina það sem kemur úr svona fyrstu umferð. Og mér finnst þetta stórkostlega sniðugt hjá þessum kennara. Bara, ég held að það sé mjög erfitt að reyna að segja fólki að það megi ekki nota reiknivél, eða það megi ekki nota mállíkan, eða það megi ekki nota eitthvað ákveðið verkfæri. Miklu frekar að reyna að móta kennsluna og þú veist, bara það sem skólinn býður upp á eftir þessu. Ég held að starf kennara er eiginlega aldrei að vita rétta svari. Það er að
vera þessi stuðningur nemanda og þú veist, móta einstaklinginn og hjálpa til þegar á þarf, þú veist, skora á nemendur og réttast í og þú veist, kennarar hafa svo gígandi stórt hlutverk á öðrum sviðum en bara að vita einhvern veginn eitt svar eða rétt svar. Ég mjög sammála þessu og þetta bókstaflega verkefni sem ég að ráðast í núna með lagadeildinni í Háskólanum í Reykjavík. Bara hvernig breytum við námsmatinu? Hvað ætlum við að gera? Og ég með innsýn í til dæmis starfi í Háskólanum í Reykjavík og það var að gera ofboðslega flotta hluti og það var að tækla þetta mjög hratt og vel þar. Þannig að þetta ég sammála. Stærsta áskorunin ekki endilega kennslan per se, það námsmatsfaktorinn. Bara hvernig ætlar að meta hvað kennar, eða hvað nemendur að skila frá sér. Og mér þetta skemmtilegt svona með rauðum penna og þannig. En svo bara spurning hvað henta hverju sinni. En tölum að það, því að nema þú vilja taka boltan, Stefán, sko, en það var líka gaman að heyra samt frá þér, Berglind, þegar þú ert að vinna sem ráðgjafi við það, hjálpa aðalum að nýta gervigreind og hefur kannski sérstaklega í þínu fæi eða svona því sem þú lærði sem lögfræðin, en ekki datt Gunnar út eða? Mér sýnist það. Lítur út fyrir það. Það þurfi bara að muna að klippa klukkan 16, ok. Er klukkan þín 16, Andrés? Já, 16 mínútur. Já, 16 mínútur liðnar. Sorry, Stefán, hvað ætlaði þú að koma með? Nei, ekki neitt sérstakt, nema bara ég held að við séum að fara í mun hraðari breytingar heldur en fólk og fyrirtæki og samfélag eru tilbúin undir. Ég búin að fylgjast með þessum bolta mjög lengi og þú veist, ef við gerum ráð fyrir, erum við utan dagskrar, Andrés? Ætlar að klippa? Já, við erum utan dagskrar. Það gefa hann séns að koma inn aftur. Já, klárt. Ég held að við séum hreinlega að fara á miklu meiri ferð og breytingarna verði meiri. Ég held að ég sé ekki Kool-Aid krakki. Ég hef búin að lifa í þessum gervigreindar bætta rekstrarheimi fyrir fyrirtæki síðan 2013. Þegar gervigreindin leit allt öðruvísi út og hlutinni sem við erum búin að vera að sjá undanfarnar, ég ætla bara að segja undanfarnar vikur, ég hef notað orðin hræðilega spennandi af ástæðu, af því þau eru hræðileg og þau eru spennandi. Já. Ertu búin að fá einhverja línu frá hann? Hann segist að tengdu við neti að sér þig online. Mér finnst þetta sem þú varst að nefna núna, Stefán, mjög áhugavert. Ég myndi vilja opna þessu umræðu í Já, opnum hann aftur þarna og svo getur þú bara ekki gripið boltan. Já, og mér finnst þegar þú segir þú sér búin að vera síðan 2013, þá byrjaður í gervigreindinni, en þú er samt búin að vera í bransanum ótrúlega lengi og þannig að innsýnin þín í rauninni frá fyrsta snertipunkti mjög dýrmæt, sko. Já, og mér langar alltaf að halda því fram að þrátt fyrir öll gráu hárin, þá ég ógeðslega duglegur að fylgjast með, það heldur mér við efnið. Ég trúi. Við erum að sjá á nokkrum stöðum hluti sem breyta power dynamic og við erum að sjá, þú veist, bara nefna það á meðan að við erum utan dagskrar að 1. ágúst kom Google með nýjan agent sem heitir MLS Star. Hann er svona data science agent sem kann að búa til spálíkun. Hann tekur gögn, býr sér til rannsóknaráætlun, tekur spálíkun og vinnur með þau, skilar út svona best in class niðurstöðum. Þannig að það sem að McKinsey og stóru ráðgjafafyrirtækin hafa verið að selja á 1000 kostar í og er hægt að fá. Já, ég er búin að sjá þetta. Og er hægt að fá í endalausu mæli og við höfum verið að nota og það er við farið í gegnum svona rosa skrítin tímabil þar sem að maður segir bara sjúklega er þetta flott og maður fær gæsahúð og svo bara ekki liðin mínúta þá rennur kalt vatn milli skinns og hörunds og maður bara guð mig góður, ég verð óþarfur á morgun. Já. Skiljiði mig. Ég er ekki að segja að þetta sé nákvæmlega svona. Það eru hughrifin og við erum að sjá endalaus merki það að störf muni hverfa og ég er ekki lengur í liðinu sem heldur að gervigreind muni einfalda störf. Gervigreind mun bara taka störf. Það er þegar búið að hægja mjög mikið á hvernig að vera að ráða í forritun í Bandaríkjunum. Og það er bara skiljanlegt, mér finnst það smá kaldhæðni en skiljanlegt að forritun verður líklega fyrsta starfið sem hverfur með tilkomi gervigreindar í einhverju mæli sem þarf að hugsa það. Þannig að þú veist, þessi samlíking
gervigreind mun ekki taka vinnuna þína, einhver sem kann að nota gervigreind mun gera það, fyrir mér hún bara kjaftaði. Og, og þú veist, hérna, ef við erum ennþá utan dagskrár, þá getið þið farið í það, en ég alveg handviss það, hvar sem fólk stendur í pólitík, að þá verða borgaralaun hérna, umræðefni sem hérna, verður að taka upp áður en að mjög langt líður. Já, áður en að óstöðuleiki verður of mikill. Já, við erum allavega, þú veist, hvað gerist þegar þú getur notað allt í einu, hérna, þetta svo sjúklega áhugavert. Hvað gerist þegar þú getur notað hérna, hluti eins og Lovable og hérna, nei. Þú mættur? Herri, afsaka þetta. Ég gerði speedtest og ég virðist vera með gott net hérna, en það var eitthvað sem klikkaði. Okay. Alltaf nei, við fórum utan dagskrár. Þið fórum utan dagskrár, ok, þið byggðu eftir mér. Gunni minn, getur ekki bara fundið einhvern ungan sem vinnur hjá þér sem getur lagað þess að Heyrði, hérna, hvað segir þú, Stefán? Hvar datt ég út? Hvar er ég að byrja aftur? Já. Við hættum á heppilegum stað, sko, að ég var að fara eitthvað hérna, Stebba þetta kommentarinn á svolítið þess að neikvæðinni út í þetta. Og hérna og fór að tala um það hvernig þetta hefur breyst bara síðustu vikum. Og ætlum bara að taka það og Berglind alltaf að grípa boltan í honum. Ok, ég skal bara byrja. Ég er búinn að fylgjast mjög lengi með gervigreind frá því að hún leit allt öðruvísi út. Gervigreind hefur verið til í rosa mörg ár, bara hún hefur náð yfir mismunandi hluti. Við erum að sjá breytingar núna á undanförnum vikum sem að hérna, ég gera mig vissan í þeirri sök að við erum að fara að sjá meiri breytingar heldur við nokkuð tíma gert. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir nokkri hlutir. Ég kaupi ekki gervigreind mun ekki taka vinnuna þína, einhver sem kann að nota gervigreind mun taka vinnuna þína. Gervigreind mun taka fullt af störfum. Við munum þurfa að ræða hluti eins og borgaralaun áður en langt líður. Ég skal nefna ykkur dæmi. 1. ágúst gaf Google út agent, ML Star heitir hann, og þessi agent kann að taka gögn, getur hent í hann gögnum, og getur sagt þessum agent hvers konar machine learning model þá búa til, brottfallsgreiningu eða verðteikni líkan eða hvað sem er. Hún finnur módelin sem eru líklegust, þjálfar þau, fínþjálfar þau, berðu saman, lætur þau keppa og býr síðan til þess vegna módel framan á mörg módel til að fá það besta út úr þau. Þetta tekur ekki langan tíma. Þetta tekur þetta tími í keyrslu því að það þarf að þjálfa upp öll líkönin. En þessi vinna sem ég var að lýsa, það eru til ráðgjafafyrirtæki sem hafa verið að rukka fyrir þessa vinnu, eigum að segja 1000, í samanburði við 1000 sem fyrirtækin hafa verið að rukka fyrir þessa vinnu, og með tilkomu þessa líkans, sem ekki fullkomið í allt, að þá kostar þetta 10. Þetta líkan búið að vera að keppa í data science keppnum á Kaggle, af því að auðvitað er keppt í data science, og það búið að vera þar svona að bak við tjöldin að taka þátt í alls konar keppnum. Í 74% tilfella komist þeir á verðlaunapall og í 36% tilfella unnu til gullverðlauna. Og þetta að gerast út allt. Og þetta að verða þess valdanda í Bandaríkjunum eru gagnasérfræðingar eða stóru fyrirtæki sem sérhæfa sig í þessu, byrja að gera innbyrðis breytingar. Við erum að sjá fækkun starfa í hugbúnaðargerð og að því að forritunar getan er orðin það mikil og smá kaldhæðnislegt. Ég hef verið í hugbúnaðargerð í 38 ár og fylgst með gervigreind síðan 2012-13, mjög virt. Kaldhæðnislegt að fyrstu störfin sem eftir að víkja fyrir gervigreind eru hugbúnaðarstarf í einhver alvöru magn. Heldur það í alvörunni? Heldur það Ég er ekki nokkuð einasta vafað það. Trúðu mér, ég er búin að fara alla leið ofan í þessa kanínuholu, ég er búin að prófa allt í þessu, alveg frá Lovable yfir í þróunartól fyrir þetta með alls konar líkunum, kann að vinna aðferður og allt, og hvernig það er 0 vafi, 0. En þú veist, hugbúnaðargerð út fyrir sig er ekki endilega einhver ákveðin iðnaður, heldur laga ofan á alla iðnaði og það hafi raunni, þú veist, við höfum allan að hinga til verið með bara óbeljandi þörf á betri tólum allstaðar, þannig að, þú veist, þó svo að einhver
einhver störf breytist og hliðrist og svona hjálpi fleirum að búa til verkfæri sem verða betur nýtt á öðrum sviðum. Ég myndi ekki halda að við ættum að sakna einhverja ákveðna starfa. Þú veist, Nei, þetta meira ég- spurningum bara hver eru þú veist, hvernig getum við gert fólk afkasta meira og leyft fólki að leysa fleiri og stærri vandamál. Gunni, ég ætla ekki að gefa þér einhverja heimstendaspá. Amma, Alls ekki, alls ekki. En hérna, Ég vil vita hvað amman að Gunnar Já, segir. sko, Og ömmur þurfa að koma inn. Bíti, já, amma, og ja, hún tæklega sér sko systir afa, en var það eiginlega svona að ömmu, sko, hún bjó norðan við San Francisco, þannig að þegar ég bjó í San Francisco, þá var það svona að ömmu minni, heimsótt hana mjög oft og hún var mikið snillingur. Við fórum alltaf á sunnudögum og dansuðum foxtrot á The Moose Club í Novato, og það sem sko, var mjög gaman, allavega. Hún sem sagt vann hjá IBM og starfstitillin hennar var computer. Starfið sem hún vann við var tölva. Og líka þekkt sem svona punch card operator. Hún tók svona ákveðna skýrslur frá verkfræðingunum og bjóð til svona gataspjald. Þetta starf ekki til í dag. En ég held að enginn sakni þess. Hún fór að gera miklu, áhugaverðari hluti og reikna át fleiri hluti hraðar. Og ég held að það eigi eftir að halda áfram að vera svoleiðis bara, næstu 20 árana, sko. Bara, við eigum svo ótrúlega mikið af stóru verkefni sem við eigum eftir að leysa. Ég ætla að gefa Stefán stutt ansvar og svo yfir á Berglindi. Já, það er mælt í mánuðum, þá til ég get sýnt þér að þú hefur rátt fyrir þér. Og mér þykir það leiðilegt. Ég er ekki að reyna að vera pissa á skrúðgönguna, allt verður æðislegt. Þetta verður erfitt. Gerðu úr þetta, Berglind. Það eru stærri breytingar að koma heldur en að punchcard víki fyrir lyklaborðum. Ok, mér finnst þetta mjög skemmtileg umræða. Ég veit ekki hvað hefur rétt fyrir sér, við skulum byrja á því. En ég er sólarmegin í lífinu eins og Gunnar. Ástæðan fyrir því svo. Við fáum engan með okkur í lið með nálguninnan Stefán, sko. Það er kannski númer 1, 2, 3. Þó svo það gæti endað fyrir að vera í rauninni að það hverfi mörg störf og okkur svo leiðis. En þá fáum við engan til þess að vera með okkur í liði til þess að raunverulega geta haft stýring. Það skiptir mig mestum máli í dag að við séum að stýra gerðurgenda vegferðinni en ekki bara einhvern veginn að fylginni. Það er sem að mér finnst skiptir mestum máli. Ég sammála því að hlutin eru farin að gerast töluvert hraðar eins og í Bandaríkjunum heldur en hér. Það sem við erum að sjá í Bandaríkjunum með að þeir eru hættir að auglýsa störf, það er verið að skipulagsbreyta fyrirtækin, þetta er ekki komið hingað. Ég er ennþá að sjá auglýsingar í störf sem ég er svona, ok, þarf þetta samt. Þannig að það mun alveg mikið breytast. En ég held að við getum verið við stjórnvöldin, ég held að mörg störf muni breytast, ég held að þetta verði erfitt alveg líka, en ég held að ég ætla ekki að hugsa, ég er ekki komin í borgarlaun, sko. Ég held ég komið seint þangað. En ég held núna að við erum að næstu misserum á þessum nokkrum mánuðum sem Steppi er að tala sko, jafnvel næstu árum, þá held ég að við séum miklu frekar að fara að endurskrifa bara allan hugbúna sem við skrifað síðastlega 40 ár. Hugsið ykkur bara hvert eitt og einasta app sem þið notið er með 500 takkar og þessi 500 takkar á mismandi stöðu. Það er eitthvað, þú veist, þarna uppi og niðri og bak við eitthvað hægri smell. Það er rosalega erfitt að læra á nýjan hugbúna. Það eru rosalega margir sem bara þú veist, er ennþá í sama gamla farinu. Og ég held að mjög margir séu fastir í einhvern veginn að þú veist búa til hugbúna á þennan hátt. Og ég held að þú veist, næsta ár fari það að gjörsamlega bara gerbreyta því hvernig við höfum samskipti við tölvur og tækni. Og ég held að það sé sko gigantískt mikið af verkefnum fyrir forritara núna næstu. Mögulega aldrei nokkuð tíman hefur verið, held ég, áhugaverðar að stofna fyrirtæki og gera nýja hluti og vinna sér forritari heldur en í dag. Þannig að ég ætla að skora því á hólm, Stefán Baxter. Já. Ekki gleyma því að öllum umbreytingum fylgja tækifæri. Ekki gleyma því ég er með hugbúnað fyrirtæki á nákvæmlega þessum stað og ég sé fullt af tækifærum í stöðinni. Ekki mála þetta sem ég sagði sem allt verður ómögulegt. Ég er bara að segja og við getum rætt þetta aftur ef Andrés nennir einhvern að bjóða okkur aftur í þáttinn. Það verður mánaðalegt. Það er ekki... Þetta eru bara mánuðir, Stefán. Við munum sjá að þetta verða meiri breytingur og það sem ég er að kalla eftir er að við byrjum eftir á Bandaríkjunum, skiljiði mig, þetta er mælt í klukkutími.
reynum að vera á undan þessari kurvu, ákveðum hvernig við sem þjóðfélag ætlum að bregðast við og nýta okkur þetta. Breytingarnar að koma og ekkert af því sem ég sagði, þó að þið hafi mögulega tekið þannig, átt að vera einhver dómsdagsspá. En trúðu mér, það eru í fyrsta skipti nokkuð tíman erum við með ótakmarkað magn af greiningargetu. Ég skal gefa ykkur konkrétt dæmi. Við tókum og við þó að Andrés hafi beðið að nefna nöfn, ætla ég að halda nöfnunum eftir. Við tókum bjuggum til kerfi þar sem var hægt að taka vörumyndir og af vörumyndunum einum saman var hægt að búa til fullkomna vöruskráningu, fullkomna vöruflokkun, innihaldslýsingar, mælingar á ofnæmisvöldum og alls konar svona hlutum. Og það var hægt að gera þetta mjög vel. Af hverju er ég að nefna þetta? Af því að það er til fyrirtæki á Íslandi sem er með 200.000 vörur á vörulistanum sínum, þar af 120.000 vörur virkar. Það eru 6 manns í vinnu við að halda utan vörukatalógin, vörurnar koma inn í tölvupósti, PDF-um, af vefnum og alls konar. Á degi 0 þegar búið að taka svona feril og gera þá vöruskráningu sjálfkrafa með gervigreind sem er orðin meira en nóg til þess að gera hana, þá í fyrsta skipti nokkuð tíman getur ráðið 10.000 sérfræðinga í vinnu í hálfan dag við að klára þetta allt saman. Af því í fyrsta skipti erum við með þekkingu og greiningargetu í ótakmörkuðu magni. Og þessi 6 starfsmenn sem voru að copy-pasta PDF-skjöl eru að fara að gera eitthvað skemmtilegra og áhugaverðara og mikilvægara fyrir fyrirtækið. Vissulega, Gunni, auðvitað fullt af störfum sem enginn á að vera að vinna sem fara. En ég held að sé naívitet að halda að það verði bara svoleiðis störf sem hverfa. Ég er sammála því, en maður kom með svona skemmtilegan vinkil á það. Okay, ég var að hlusta á podcast, ég hlusta mjög mikið á svona skemmtilega podcast. Og þetta var við konuna hana Emma Green sem byggði upp Skims með Kim Kardashian. Ég veit ekki hvort þú veit hvað hún er mjög cool, ég mæli með. Og það sem hún sagði, sem er svona pína sem ég er að upplifa, þegar fyrirtæki eru farsæl, þá er rosa mikið að skýtnum sem er falin. Það er rosa mikið að fyrirtækjum í Íslandi sem gengur það vel, að það er ekkert mikið verið að tala um að það er mjög mikið bara svona af hugbúna strúkturnum sem er bara eitthvað svona legacy kerfi. Og legacy kerfi er svona gömul kerfi, þið getur ímyndað eitthvað svona bútasaum. Hafið séð svona bútasaumsteppi sem er svona allir mismunandi, það er svona sem ég sé fyrir mig legacy kerfi. Þannig að þegar þessi fyrirtæki hringi mig og eru bara eitthvað, ég ætla að innlega ChatGPT. Ég er svona, ChatGPT er ekki vandamálið þetta akkurat núna, sko. Við þurfum að byrja að hugsa stærra og það er það sem ég tek út í því sem Stefán er að segja. Við þurfum vitundavakningu, þið þurfum að endurstrúktúra bara hvernig í rauninni hugbúnaðurinn og allt bara svona virkar til þess að geta stutt við þetta almennilega. Svoleiðis sé ég þetta allavega. Microsoft gefur út í mars skýrslu sem heitir Frontier Firm. Gartner gefur út í maí nýjan flokk af lausnum sem heitir BOAT eða Business Orchestration and Autonomous Technology. McKinsey gerir það sama og allir tala þetta framtíðarfyrirtæki og skilgreiningin á því kjarnast í AI Operated Human Led. Þar sem að hver einasti sérfræðingur verður orðinn yfirmaður, en hann verður ekki yfirmaður annarra starfsmanna. Hann verður yfirmaður sjálfkerandi tækni og agenta sem hann ber ábyrgð á að reka og passa upp á. Einmitt. Og þetta er nú eitthvað sem á erindi við alla. Ég held að þetta er margir sem taka undir þetta með þessari konu sem þú nefnir og kannski sérstaklega á Íslandi þar sem þú ert ekki með mjög mikla samkeppni á öllum sviðum og fyrirtækin gengur kannski bara nógu vel og það svona hvati til þess að þessi samkeppniskvatar eru ekki alltaf nógu mikli sko til þess að það getur leynist ansi mikil sóun eða einmitt legacy vandamál eða að gera hlutina rétt og bara vera alltaf að ráða fólk sem verður spennandi að sjá ef að einhverjir einmitt taka fórustunni í þessu að þá gæti þessi þægilega samkeppnisstaða margar fyrirtæki í Íslandi breyst allir verulega, er ekki sammála því? Jú, ég held líka svona hliðstætt við þetta er ekkert endilega, ég veit ekki hvort það sé tengt gervigreind en bara svona sjálfvirkni væðingu og betri ferlum er það sem Stafrænt Ísland hefur verið að gera og ég bara þekki hann Andra Heiðar vel sem stóð fyrir því til að byrja með. Það sem
það sem ég fannst ótrúlega áhugavert, það sem þau ákveða að gera til að byrja með, var ekki einhvern veginn að sparka upp hurðinni hjá fyrirtækjunum og segja að við vitum betur en þið og ætlum að laga ykkur, heldur snýr svo alveg við og byggu til svona bara einhverja leið þar sem starfsmenn hjá þessum stofnunum gátu sótt það að fá aðgang að Digital Ísland og partur af umsóknarferlinu var að lýsa einhverjum ferlum og bara það að fá fólk innan þessara stofnuna, þú veist, brjálæðislega mikið bara kláru góðu fólki hjá þessum stofnunum, fá það til þess að skrifa niður bara hvernig ferillin hvernig virkar fæðingar orlofssjóður, þú veist, hvað þarf þetta PDF að hoppa á milli margra manneskja innan fyrirtækisins til þess að einhver fái greiðslu úr fæðingarorlofssjóði. Og bara það að snúi svo svona við, þá fengu þeir sko, þvílíkan meðbyr með sér og fengu starfsmenn innan þessara stofnuna til þess að taka svona virkan þátt bæði að svona kortleggja þessa ferla og síðan að gjör bylta þeim sko. Og flest öll þessi verkefni hafa verið mjög farsæl og farið ótrúlega hratt af stað. Og ég held að það megi alveg hugsa gervigreind á svipaðan hátt sko. Þetta er ekki eitthvað svona töfra magical svona beast sem bara allt í einu leysir allt, þú veist, þú þarft klárt fólk til þess að vinna með það og setja það upp á réttan hátt og já, þú veist, búa til réttu verkfærin fyrir það og segja því hvað þið að gera. Ég er svo glöð og nefnir þetta, ég maður að skjóta inn í. Mér finnst persónulega Andri Heiðar mögulega að fá skilið fálkaorðu fyrir það sem hann gerði með Stafrænt Ísland út af því. Mér finnst og lítið rætt samanburðin á Stafrænu Íslandi og Reykjavíkurborg. Fyrir það sem þekkja ekki, Stafrænt Ísland valda eflitið fyrirtækin og sérfræðingan í landinu til þess að vinna þetta með þeim og þeir eru búin að áorka stjarnfræðilegum hlutum fyrir miklu minni pening á meðan Reykjavíkurborg strippaði fyrirtækin og yfirbauð besta starfsfólkið og margir af þessu starfsfólki í dag eru partur af 3 milljarðar sem fara í veikindadagana. Skilja eitthvað við, þú veist bara svona það má alveg vera þetta saman, sko. Mér finnst þetta mjög cool nálgun til dæmis og Andri Heiðar á skilja kredit. Já, ég bauð Stefáni Baktir í þáttinn til þess að fá okkur hot takes en ég, annaði með þið, Berglind. Ég spurði Andris fyrir þáttinn, ég nenni ekki að vera eitthvað að reitsko okkur hérna, sko. Við þurfum bara að ræða málun á hreinni íslensku. Og þetta er áhugavert, sko. Og Andri Heiðar á mikið hróskilið. Og ég er hjartanlega sammála öllu sem þú sagðir. Þetta verður mitt heitasta take að vera sammála. Heyrðu, þið skemmtilega, ég held að við þurfum bara að vera með annan þátt, að við fórum eiginlega inn á mjög lítið umræðaflunum sem ég ætla að fara inn á og ég er eiginlega búin að lofa þessi þáttur verið ekki jafn löngur og sem önnur podcast sem ég hef komið nálægt, þannig að þetta sé svona þægilt fyrir fólk að taka þetta inn göngutúr eða einni ferð í ræktina eða eitthvað, en ég var búin að nefna við ykkur, ég veit ekki hvort þið náðu eitthvað að hugsa, en þú veist, er eitthvað svona, við erum svona lið í ræðum það sem kallum ekki ráðgjöf, er eitthvað svona sem einhvern dettur í sem þeir eru mjög svona bjart sín á að þið fengið arf upp á 50 milljónir eða eitthvað og þyrfti að fjárfestunum hvar eru þið bullish og hvar eru þið svartsýn? Gunnar, kannski tekur boltaðan? Ég myndi kaupa mér nokkur vélmenni Sorry, Gunnar, þú þarft ekki að fá arf, það gengur þurfum að koma það gengur gangbust að sjá hvert portal þú færir hlægjandi í bankan alla daga Já, en til að svara spurningunni sko, ég myndi fara og kaupa mér nokkur vélmenni það er búið að vera ótrúlega svona skemmtilegur sko, það kom eitt vélmenni út bara núna daginn sem heitir Unitree R1 sem kostar undir 1 milljón, ég myndi kaupa mér svona 5 þannig og síðan kannski ráða mig á sveitabæ eða eitthvað. Finna einhverja skemmtilega leið til þess að fara inn í landbúnað eða matarframleiðslu. Með vélmennunum? Með öllum vélmennunum mínum, já. Ég ætti að vilja sjá heimildamynd þetta verkefni. Berglind, varst þú með eitthvað svona sem þú ert það má líka vera eitthvað sem þú svart sín á sko. Já, ég tók það bara. Nú er Bergþór Másson búin að selja íbúðinu sinni og setja allt í Bitcoin. Já. Viltu taka hina hliðina á því verðmóðali? Nei, ég ætla að sleppa því teiki. Samgleist bara. En það sem ég kannski var að hugsa, og ég á að meina svona skrýtna sög, skemmtilega sög. Mér finnst mikilvægast núna í rauninni er að við eflum gagnrýna hugsun eins og þetta. Við sem innlega gerðugreind í bætta verkferð, ekki bara eitthvað heimskulegt, eins og til dæmis. Stundum lífum eins og við sem mannkinn getum orðið vittlausar á tímum gerðugreindar
ég lenti daginn, ég ferðast mjög mikið og ég var að fara að tjekka inn töskur og lenti á yndislegum starfsmanni sem að segja bara, nei, töskurnar finnast ekki í kerfinu og ég eitthvað svona, ekkert mál hérna þú veist kvittunin ég keypti töskur þar finnast ekki í kerfinu og þá var það bara búið það var ekkert eitthvað svona já, ok, finnum akkur kerfi virkar ekki, skoðum hvað töskurnar getur verið það var bara, nei, það er ekki ég svona, ok, við getum ekki verið þarna, við getum ekki bara þjálfa starfsfólk út frá einhverjum kerfum og bara computer says no og þá bara er það bara nei þetta mitt svona svartsýnisteik við þurfum að valda efla gagnrýna hugsun til þess að bæta hlutina í rauninni Mjög góða punktur. Ég er með nokkur rönd, ég ætla að spara þess samt sem eru svipuð þessi. Ég heyrði mitt nýtt orð svona fólk sem kannski nota gervigreind aðeins svo mikið. Promptstitute. það er hot take. Við ætlum ekki að smána hérna, Stefán, yfir á þig. Heyrðu, ég myndi skoða allt sem tengist batteríum og rafmagni og því sem að gerast í sódium batteríum og litlum kjarnorkuverum. Já. Einmitt, og orkugering kannski í heildina ekki slæmt veðmál þess að dagana. En bara takk hérlega fyrir komuna. Ein spurning að lokum, bara kannski Stebbi og Berglind. Hafið þið prófað að setja upp svona MCP-servera? Þetta er kannski aðeins svo tæklegt. Ég er lögfræðingur Gunnar, nei, ég er engur læra. En ég gæti fengið einhver til að setja upp, en nei, ég hef ekki gert það. MCP hefur verið stutt í okkar hugbúnaði núna í hálft ár. Bæði inn og út. Er tólanotkun í mállíkunum og í gervigreind er stóra breytingin. Ég held að mállíkunin sjálf séu hætt að batna í einhverjum rosa vexti. Næsta stóra breytingin sem þau koma með gegnum tólanotkun. Þannig að ef þið hafið ekki skoðað MCP, skoðið MCP. Þetta gríðarlega miklu máli. Þetta stendur fyrir Model Context Protocol eða svona staðlað samhengis viðmót myndi ég skjóta á og eins og við vorum að ræða áðan svona dvergurinn inn í litla herbygginu ef þú myndir ímynda að þú væri með bara forritara sem væri inn í lokuðu herbyggi og ætti að leysa eitthvað verkefni og hann er ekki með aðgang að neinu það er eiginlega mjög ólíklegt að hann gæti forritað eitthvað fyrir þig en ef þú gefur honum kannski aðgang að terminal sem eitt svona það sem getur runnað einhver svona commands á stýrikerfinu MCP-server fyrir kannski gagnagrunnin MCP-server fyrir það að leita í svona skjölun og hugbúnaði og hittu þetta það er þess að rauna bara hámarka líkutur á því að þessi dvergurarna í herbyggi verði nái markmiðinu sínu að ná að gera eitthvað sniðugt og ég held að Má ég Gunni binda þetta saman við það sem að Berglind var að segja á það, þessi gagnahugsun. Það er gögn út allt. Við erum með Veðurstofuna, Seðlabankann, við erum með svona atburðarfyrirtæki, við erum með alls konar gögn sem eru læst inni. Ef öll þessi gögn væru á bakvið MCP-lag, þá gætur átt lítinn agent sem að hjálpar, segjum bara útlendingum að ferðast landið og þeir geta á nokkura áreynslu geta þessir agentar þá sagt einhver uppákomur eru, og þjónusta á öllu leyti sjálfkrafa. Og bara við þessar tengingar verði til, þá eignastu dýnamík á milli kerfa sem við höfum aldrei séð. Við höfum öll hort á einhver forritunar viðmót eins og API sem að þarf að sérbúa til kerfi til þess að við geti tala saman, en með máltækni í miðjunni og svona MCP þjónustur út allt, þá allt í einu opnast þetta allt saman og verður þetta að nota þetta á miklu einfaldari og margfalt öflugri hátt heldur en nokkuð tíma náður. Ég er búin að sjá strax eitt svona notkunarmöguleika. Þingmenn eftir áramót, þetta eru nokkrir mánuðir, ég er á Stefánsvagninum, ég verð bara að vera einhverjum vagnið, þannig í minni hluta ég ætla að vera með honum líka, bara, kannski meira uppsætið fyrir mig, að það er svona hittir meira safe. Þá verði þingmenn á alþingi með MCP, þess að þeir eru búin að fara í þingræður, Twitter, og bara geta sagt við Snorra Másson, heyrðu Snorri, þú sagði bara þveröfugt á Twitter fyrir 7 árum, og bara nóg að segja, heyrðu, geða mér eitthvað comeback, ræðan sem Snorri Másson var að flytja, geða mér eitthvað gott comeback sem vísar í eitthvað sem hann hefur sagt, podcasti, Twitter, dagblöðum,
grein í velvakanda tombólu sem hann birtist í mokkanum og bara, hann er dead. Andrés, ert að búa til málþófsappið? Þetta endar umræðana. Þetta verður svo mikið, það verður svona, slam dunk. En allavega, þetta hefur verið svona mesta svona mind-blowing moment sem ég upplefa núna í svona vibe coding heiminum ég heyrði einmitt orðið glannaforritun sem ég fannst mjög skemmtilegt. Útskýrða samt, að við gerðum ekki á þann. Já, þetta sem Stebbi kom inn á það að nota þessi mállíkun til þess að bara skrifa kóða sem maður er ekkert endilega að lesa yfir, maður skoða frekar kannski útkomuna og athuga hvort það virkar og prófa sig áfram og bara útskýrir fyrir Cloud Code eða einhvers konar eða ChatGPT bara hvað þú vilt og prófa það jafnóðum og svona fyrstum sinn hefur þetta verið svona mjög slembigjarnt hvað virkar en eftir því sem svona hleður svona réttu MCP-tólunum á mállíkunin þá er þið að verða svona tölvöld sterkari og ég held að svona vibe coding sé svona mjög heitt term innan svona startup og svona frumkvöla að gera hana en mér finnst líka eins og það næri ekki alveg að captura hvað þetta er svona tveir mismöndi hlutir í gangi, annars vegar er fólk sem ekki forritarar, geta byrjað að forrita, en síðan þetta hins vegar líka svona leyfir þeim sem eru svona mjög framilega í þessum málum að strúktúra kóðan sinn og umhverfu sitt á þann hátt að það gerir auðveldara fyrir gervigreindina að vinna innan kóðabassans. Og við erum þarna og þú mistir að hot-takeinu mínu, Andrés, í byrjun þáttarins, sko. Ég ætla að endurtaka það að því að fyrir forritara að við erum að sjá 10 til 20-falda afkostaaukningu fyrir fólk sem veit hvað að gera, sem kann að nota þetta og hot-take mitt reyndar beinist bara gagnvart forriturum og fólki eins og mér og það var að þú ert ekki farin að nota gervigreindartól til þess að hjálpa þér í vinnunni, þá ertu einfaldlega að slá stöku við. Ég heyrði þetta hot-take en ég heyrði reyndar enn heitara take haft eftir þér frá þriðja aðila og ég ætla að kasta þig á við komum að segja að þú hefði sagt Stefán Baxter sagði í einkasamtali við erum að henda öllum kóðanum sem við erum búin að vera að gera síðustu ár og að byrja frá grunni. Nei, þetta er ekki rétt. Við erum hins vegar og þetta kemur inn á það sem að Gunni sagði þaðan. Þetta er smá miskilningur. Ég ætla að taka undir það sem Gunni sagði þaðan. Við erum búin núna að vera að skrifa kerfi í 2 ár sem að er hannað á röngum forsendum. Það er að segja að það er fullt af virkni undir niðri sem við höldum áfram, Andrés, og við ætlum að rífa allt viðmótið í burtu og endur hugsa þetta sem kerfi sem þú talar við. Og það er það sem Gunni var að koma inn á áðan, þessi gríðarlega breyting sem að verður núna þegar þú getur farið að tala við tækni og það var svona smá tilvistakreppu moment hjá mér þegar ég áttaði mig á því og við vorum búin að vera að gera nýju hlutina með öllum gamla hættinum og við þá þurftum bara að taka skref tilbaka ákveða að henda ákveðnu dóti og nýta okkur þessa gríðarlegu breytingu sem verður þegar hver sem er óháð tölvulæsi getur farið að nota sér tækni. Ég skal nefna eitt svona dæmi bara alveg á mannamáli, bara svona undir lokin, sko. Ég er með svona lítinn agent, erindreka sem ég glanna forritaði, lítið dverg hann heitir Carson, bara ég og kona mér mjög elskum Downton Abbey, þannig að þjónninn í Carson er svona eftirmyndin af þessum erindreka og hann sem sagt les alla tölvupósta sem koma frá skóla barnanna minna frá íþróttafélaginu, frá sporteiblir, frá tónlistaskólanum. Hann les alla þessa tölvupósta og setur hlutina inn á dagatalið okkar. Við erum með svona iPad inn í eldhúsi og það er dagatal. Og hann setur alltaf eitthvað emoji-ták fyrst, síðan bara hvora af dóttur minni þetta eigi við og síðan hvað er. Þannig að þegar kennari skrifar risastóran tölvupóst og setur í neðstu línuna bara munið það eru bleikur dagur á morgun, þá missi ég á því, en Carson tekur eftir því og setur það á dagatalið og við sendum stelpurnar í skólan í bleikum sokum eða munum eftir náttfatadeginum, sko. Þannig að þetta er svona ákveðin leið til þess að nota MCP til þess að taka part af þriðjuvaktinni. Má ég skjóta inn inn á þér? Já, skjóta inn í lokin. Síðasta tekið.
Ok, það var ekki, ég ætlaði ekki að taka síðast tæki, en til að innrama, og ég held að gleymi stundum, sérstaklega þegar svona tveir miklu tæknisérfræðingar sem þau byrja að spjalla saman, hvar við erum búin að missa fólki sem skilur ekki tækni. Mér langar bara að innrama. Kóði er smá eins og lög. Þetta eru bara reglur. Þetta er smá eins og texti nema þetta er kóðateksti, ok? Ástæðan fyrir að skipta máli að forritar að vita hvað er að gera til dæmis, er þess að þú byggir kóða sem er skalanlegur og byggir kóða sem ekki bara virkar heldur make a sense. Mér finnst mikilvægt að fatta þig. Þú getur alveg skrifað texta en svo getur þú gert betri texta. Það er eins með kóða. Mér finnst þetta sem þú hafa hjálpað fólki að skilja bara svona, já ok, þetta er bara eins og þú bara bætir ritgerðina inn og þú gerir hana bara betri og skiljanlegur og þú getur skalað hana og það munur á hvort þetta díla við bachelorritgerð eða meistarritgerð, bara upp á skópið og svona. Þetta er svona pínu innrömmun sem mér langar bara að koma að þannig að fólk skilja hvað þið við þegar komin í vibe coding og allt þetta flókna dæmi bara. Mjög gott að enda þetta á mannamáli. Við byrjuðum í spunaheimi með dvergum, fórum með Stefáni í ýmsar áttir. Fyrirgefðu Gunni, og fyrirgefðu Andrés. En þetta með dvergana, ég held að það var skemmt mig, sko. Mér finnst það skemmtilegra en rafmagn. Ágælega. Það verður gaman að horfa á þátt eftir annarkvort nokkur ár og sjá hvað við höfum rátt fyrir okkur, eða nokkra mánuði ef að ég og Stebbi höfum rétt fyrir okkur og sjáum hvað við höfum rátt fyrir okkur. Ef að setja eina rauðvínsflösku undir, Stebbi, bara... Klárt mál, þú mátt koma ná í hana 1. febrúar. Já. Ef þú heldur þú eigir hana skilið þar að segja. Annars kemur þú opnaður. Ég skal vera dómari, ég sker úrum. Þú skerð úrum og ég fæ ykkur síðan í smá svona í smá brief eftir þetta. Heyrðu, takk æðislega, hlakka til að fá okkur aftur í þáttinn. Veður úti og ég labba niður í bæ. Þeir ofan, allt í lagi, þetta súkkulaði stikki það kannum trikkjum. Hæna sem ég vil ver, hæna sem ég næ. Þú vill verður flott, góðu hérna til mín og við gerum eitthvað gott. Bjórskála vera að vinna, hvað sem til að fá þig til að svitna. Byrjaður að hitta hana, virkar alltaf vel að flexa pínu vöðana. Segir við hana, búin að snúa stugur. Eins og Fred Astaire, læt í gang